Framtíðarsýn Norðurlands vestra í tengslu við gerð sóknaráætlunar fyrir árin 2020 til 2024 var til umræðu á stórfundi í menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð. En vinna sóknaráætlanir allar eftir sömu formúlunni eða hafa þær sérstöðu fyrir hvert svæði? Í grunninn þá eru það settar upp með sams konar hætti og þær hafa vísan í samning sóknaráætlanir sem var gerður fyrst 2015 og gildir út 2019. Þannig að í grunninn eru það eins, en svo eru svæðisbundnar áherslur ólíkar eftir bara hvaða veruleiki eða hvernig raunveruleikin er á hverjum stað fyrir sig. Þannig að íbúar fá í rauninni tækifæri til þess að móta áætlunina og þannig í rauninni á það að vera. Því að þeir sem eru sérfræðingar á sínu svæði eru auðvitað íbúarnir sjálfur. Þannig að það er mjög mikilvægt að þeir fái að hafa eitthvað það að segja í hvað þeim fjármunum sem að ríkið er að veita inn á svæðið er varið. Akkurat, það er kannski til þess að miða því að það sé ekki sama lausn fyrir öll svæði heldur sérhæfða lausn fyrir hvert og eitt svæði. Akkurat, því það er svo misjafn veruleikinn sem að landshlutarnir í rauninni búa við. Ef við tökum sem dæmi Norðurland vestra, hér er ferðaþjónustan til dæmis ekki komin eins langt eins og ef þú horfir til dæmis á Suðurland og það væri hægt að taka fleiri dæmi. Þannig að það er svo mikilvægt að við getum raðað þessu upp eftir í hvernig aðstæður eru á hverjum stað fyrir sig. Hérna í dag er fundur í Miðgarði. Hvað vonist til þess að fá út úr svoleiðis fundi? Á þessum fundi erum við að vona að við fáum einmitt hugmyndir frá íbúum að því hverjar áherslurnar fyrir nýja sóknaráætlun sem við erum að vinna fyrir árin 2020 til 2024. Hvað íbúum finnst að eiga að vera svona rauði þráðurinn í gegnum hana og vonandi hugmyndir að verkefnum sem að við getum svo hrint í framkvæmd á þessu samningstímabili sem að fer í hönd í janúar og næsta ári. Þessi nýja sóknaráætlun, hvaða væntingar eru til hennar? Sóknaráætlun sem var unnin 2015, þá vorum við að gera það í fyrsta skipti og það sem að kannski vantar upp á hana er að okkur vantar svona kannski meiri eða skýrari mælikvarða á hvernig okkur er að ganga að ná þessum markmiðum sem við erum að setja okkur niður. Og svona væntingarnar sem við höfum til þessar nýju sóknaráætlunar er einmitt að við fáum skýrari mælikvarða en við getum lagt í rauninni meira og betra mat á hvernig er okkur að ganga. Er okkur raunverulega að takast að búa til fleiri störf? Er okkur raunverulega að takast að bæta búsetuskilyrði í landshlutanum sem er í rauninni það sem áætlunin gengur út á? Svona fundur, er hann fyrir alla íbúa? Já, við höfum auglýst hann mjög vel. Hann er opinn fyrir alla en við bjóðum jafnframt þeim sem voru skráðir á samráðsvettvang sóknaráætlunar, þeirra áætlunar sem er núna að renna sitt skeið og enda. Og við lögðum sérstaka áherslu á það núna að bjóða ungu fólki. Því að það var það sem okkur vantaði í rauninni þegar við unnum sóknaráætlunina síðast. Þannig að hér er stór hópur af ungu fólki, bæði úr grunnskólum á svæðinu og eins frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Þannig að það er mjög algjörlega nauðsynlegt að fá sjónarhorn unga fólksins inn í þetta líka. Því að það eru þau sem eiga eftir að búa hérna vonandi næstu áratugina. Þannig að þeirra sjónarhorn er mjög dýrmætt inn í svona vinnu. Nú eru þið fulltrúar ungu kynslóðarinnar hérna á þessum fundi. Af hverju eru þið mættir? Aðstoðar skólastjórinn í skólanum okkar bað okkur að koma, en við náttúrulega vildum alveg koma, sko. Ekki ekki, já. Það er bara fínt að koma bara með okkar innslag inn á fundinn og sjá bara mismunandi viðhorf. Hvað er það sem ykkur langar til þess að koma að á svona fundi? Bara svona, kannski meira svona umhverfismál og svona, fínt að hugsa þau og já. Já, líka bara hvernig það er að vera í skóla og vera ungur. Ef við hugsum þetta svæði og ykkur sem íbúa hér, hvernig viljið sjá þetta svæði svo að þið endist hérna eða ef þið farið í nám að þið komið aftur hingað? Það bara menningin skiptir náttúrulega miklu máli, sko, og það er ekkert rosalega kannski fjölbreyttir menningarhópar, kannski allavega ekki á Sauðárkróki. Og það var náttúrulega geggjað ef að myndi koma bara fullt af fólki og eitthvað að ferðaþjónustan myndi vera betri. Finnst ykkur þið sem unga kynslóðin frekar vera meðvituð það að þurfa að taka á umhverfismálum frekar heldur en eldri kynslóðin? Já, mér finnst það. Já, við erum allavega að reyna ég er alltaf að segja foreldrum mínum bara að það var að flokka betur og hætta að kaupa plasti þegar maður er að kaupa grænmeti og svona. Það er ekki allir sem að sjá, mikilvægið í þessu. Sumir nokkurn veginn sama og lifa bara núna og pæla ekkert í þessu. Já. Þið sjá kannski að það er ekkert í boði að vera bara sama? Nei, það er ekki alls ekki. Þessi verkefni sem sóknaráætlun er að styrkja, hafið þið verið að fylgja þeim eftir, hvernig þeim að vegna? Auðvitað er það mjög mismunandi, en
mjög mörg verkefni hafa skilað bara mjög miklu og við heyrðum dæmi nokkur þeirra hérna á fundunum hérna áðan. Ég get nefnt til dæmis stuðningur við verkefni hjá Líftæknisetrinu Biopól á Skagaströnd, verkefni sem að Textílmiðstöð Íslands á Blönduósi hefur verið að fá stuðning út af og við heyrðum dæmi ferðaþjónustu tengd verkefni. Eitt verkefni til dæmis sem að fékk styrk var samvinnuverkefni ferðaþjónustu aðila á starfsvæðinu Öllu, sem Norðurland vestra Öllu. Og það var matarhátíð sem var haldin í fyrsta skipti núna í sumar, Réttir Food Festival og heppnaðist gríðarlega vel og vonandi verður áframhald þar á, þannig að það hægt að taka fjölmörg dæmi verkefni sem eru árangursrík og hafa skilað heilmiklu. Þannig að þið finnið að þetta skiptir verulega máli? Klárlega, já, klárlega.